Góðan dag, ég vona allir heyri í mér. Heyra allir aftast líka? Já, gott. Ég ætla að tala hérna áhrif krónunnar á íslenskt atvinnulíf. Hvað er íslenskt atvinnulíf? Veltum því augnablik fyrir okkur. Það er iðnaður, það er sjávarútvegur, það er verslun og þjónusta, ferðaþjónusta og landbúnaður, jú. Það er líka opinber rekstur ríkis og sveitarfélaga. Ef við greinum þetta atvinnulíf örlítið nánar, þá er þetta atvinnulíf sem byggir á innflutningi versus atvinnulíf sem byggir á útflutningi og skapar það sem við köllum gjaldeyristekjur. Við höfum atvinnulíf sem byggir á nýtingu náttúruauðlinda versus það sem byggir á hugviti. Og við höfum atvinnulíf sem er háð náttúrusveiflum versus það sem ekki er háð veðurfari eða árstíðum. Og þá að kostum þess að nota krónu í íslensku atvinnulífi. Krónan er stjórntæki Seðlabanka Íslands og hún er stjórntæki stjórnvalda. Það er hægt að fella gengi krónunnar og þar með leiðrétta stjórnunarleg mistök sem hafa verið gerð. Og það að hafa krónu, það gerir minni kröfur til stjórnenda í þjóðfélaginu. Sumir segja að íslensk króna þýði lítið atvinnuleysi, en í raun þýðir hún atvinnubóta vinnu. Ef íslensk króna veldur minna atvinnuleysi, þá er það vegna þess að hún býr til atvinnubóta vinnu og minnkar framleiðni. Króna mun líklega falla nú þegar verðbólgan kemst aftur á skrið. Og ég setti það undir kostina, vegna þess að þarna er ég að tala um stjórntæki. Ef ég aðeins fjalla galla þess að nota krónuna, þá fyrst fyrir þau fyrirtæki sem keppa á alþjóðlegu markaði. Þau finna fyrir göllum krónunnar. Þau keppa hæft starfsfólk og sérfræðinga. Þetta er oft og aðallega hugverkafyrirtæki og hátæknifyrirtæki í útflutningi, fyrirtæki sem eru ekki frek á náttúruauðlindir, fyrirtæki sem yfirleitt bjóða vellaunuð og eftirsótt störf. Og þegar við tölum krónu, þá erum við ekki endilega að tala sömu krónu. Við erum í raun og veru að tala 5 tegundir af krónu, skilst mér. Við erum að tala óverðtryggða krónu og við erum að tala verðtryggða krónu. Stundum erum við að tala aflandskrónur. Og svo eru til tvenns konar sérstakar afsláttarkrónur Seðlabankans. Þannig að hvaða krónu erum við að tala þegar við tölum íslenska krónu? Það að hafa íslenska krónu, það krefst umfangsmeira bankakerfis á Íslandi heldur en ella væri og mér minnir að Benedikt Jóhannesson sem að rekur talnakönnun hafi reiknað út og ég hafi lesið það eftir hann að kostnaðurinn á ári við að hafa íslenska krónu séu 100 milljarðar á ári. En ég fann ekki heimildirnar fyrir þessari tölu, þetta er bara sagt eftir minni. En þetta er allavega stærðargráðan. Krónan, hún þýðir hærri vexti hér innanlands, mun hærri heldur en í nágranna og viðskiptalöndum Íslands. Og krónan hefur þýtt mjög breytilegt gengi þessara krónu sem við notum, það er að segja mikla sveiflur í henni. Og áður fyrr horfðum við oft upp á gengisfellingar og það getur verið að þær verði bráðlega aftur algengari heldur en hefur verið undanfarin síðustu ár. En gengisfelling, hún jafngildir því að gera sparnað fólks upptækan. Hún gerir fólki illmögulegt að spara og þá spyr ég, er það siðlegt? Með þessa krónu sem við höfum, að þá er verðtryggingin nauðsynleg. Við getum ekki afnumið verðtryggingu meðan íslensk króna er notuð
vegna þess að við getum ekki með siðlegum hætti gert sparnað fólks upptækan. Og gengismunur í viðskiptum með krónu og erlenda gjaldmiðla þýðir kostnað sem við berum. Við sem höfum velt fyrir okkur gjaldmiðlamálum og krónu í einhver tíma, ég held við séum flest sammála um það að ef við notum krónu áfram, að þá verðum við með gjaldeyrishöft í einhverju mynd fyrirsjáanlega framtíð. Og hvað þýðir það? Það þýðir fyrir fyrirtæki og atvinnulíf aukna áhættu í rekstri. Og hvað þýðir það svo? Jú, þessi aukna áhætta, hún kallar á hærri ávöxtunarkröfu fjárfesta, bæði innlendra og erlendra. Nú fyrirtæki sem að keppa á erlendum markaði, fyrirtæki sem þurfa að leita eftir fjármagni til að geta vaxið, að þau leita eftir því fjármagni bæði innanlands og erlendis. Og að mörgu leyti hagstæðara að fá erlenda fjárfesta inn í fyrirtækin, erlenda fjárfesta með þekkingu, með reynslu sem að opna markaði þá fyrir fyrirtækin. Og við sjáum það að þegar að þetta ferli hefst, þetta vaxtarferli fyrirtækja, að þá eru fyrirtækin gjarnan færð úr landi. Þau eru keypt og flutt úr landi, til dæmis datamarked og fyrirtæki Klara. En þetta þýðir líka það að þegar fyrirtæki hafa fengið erlenda fjárfesta og verið byggð upp í einhver tíma, að þá kemur að því að þolinmæði eigenda og erlendra fjárfesta að hana þrýtur og höfuðstöðvar fyrirtækin eru fluttar úr landi. Þau ár sem við höfðum frjáls viðskipti með krónu, að þá tókst okkur að byggja upp flott fyrirtæki eins og Össur, Marel og Actavis, en nú hafa þessar höfuðstöðvar þessara fyrirtækja verið fluttar úr landi. Össur með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum, Actavis í Sviss, Marel í Hollandi og núna síðast Marorka í Kaupmannahöfn. Nú, hvað þýðir þetta ástand eins og hefur verið núna? Jú, erlendar fjárfestingar hafa verið í sögulegu lágmarki og þá tapast ýmislegt. Ég vil leyfa mér að tala um fórnarkostnað í töpuðum fjárfestingum. Fórnarkostnað sem er mjög erfitt að reikna, en mikilvægt samt að hugleiða hver Það veit enginn hvað við höfum tapað á að hafa íslenska krónu og vera með hann í gjaldeyrishöftum. En ef að stjórnendur fyrirtækja væru spurð, að þá getur þau örugglega þeir sagt sögu úr sínum, af sinni reynslu og sínu rekstri, þar sem að það er alveg ljóst að það hafa tækifæri tapast. Nú, ég talaði við Davíð Lúðvíksson hjá Samtökum iðnaðarins sem að hefur leitt starf samtaka sprotafyrirtæki í Samtökum iðnaðarins fyrir þennan fund og spurði hann hvernig heilsa sprotafyrirtækja væri þessar mundir. Og við sem höfum unnið í þessu sprotageira þekkjum það að það hafi verið byggðir inn hvatar til þess að örva nýsköpun í landinu. Og Katrín Júlíusdóttir sem iðnaðarráðherra kom að því að veita sprotaverðlaun fyrirtækjum sem höfðu vaxið hraðast. Þetta gert árlega á vorin og við höfum verið með þrenns konar, má segja, deildir sprotafyrirtækja sem eru þá hrattvaxandi fyrirtæki. Við höfum verið með þriðju deild sem eru fyrirtæki með veltu 10 til 100 milljónir og fyrirtæki í annarri deild að velta 100 milljónum upp í milljarð. Og fyrirtækin í fyrstu deild að velta yfir milljarði. En nú komið svo að það eru mjög fá, það eru nánast engin fyrirtæki í þessari neðstu deild af einhverjum ástæðum. Og við höfum spurt okkur af hverju ekki. Nú, óstöðugra rekstrarumhverfi og stjórnsýsla það sem við heyrum, við sem rekum fyrirtæki,
við heyrum þetta gjarnan þegar við tölum við erlenda aðila sem að við bjóðum að fjárfesta í fyrirtækjunum okkar. Það er farið af stað með ákvarðanir sem svo snúið tilbaka og það ríkir almennt vantraust erlendra aðila og ég hef fengið það staðfest úr ýmsum áttum frá ráðgjöfum fjárfestingarsjóða þar sem ég hef fengið sendar leiðbeiningar þar sem að taldir eru upp allir vankantar á því að fjárfesta hér. Þannig að þetta er raunverulegt. Nú, nýjustu fréttir af Íslandi fjalla atgervisflótta. Fólk virðist ekki vilja koma tilbaka, fólk fer úr landi, menntað fólk, þó að störf bjóðist og atvinnuleysi sé í sögulegu lágmarki hérna núna, þó að menn deilum það hvort þetta sé raunverulegt atvinnuleysi eða hvort þetta sé sýndaratvinnuleysi, af því að fólk í raun og veru vill ekki vinna hérna. En þessi atgervisflótti, hann er áhyggjuefni. Og að hluta til er ástæðan svo að fólk treystir ekki íslenskri krónu. Að fólk vill ekki hafa laun í íslenskri krónu og fólk vill ekki skulda í íslensku krónum vegna þess óöryggis sem að krónunni fylgir. Og ég get sjálf sagt frá því að tíma fram til 2008, 2009, 2010 voru 40% starfsmanna hjá Steika af erlendu bergi brotnir. En síðan tók fólk að flytjast úr landi eftir hrun. Fólk vill ekki lokast inni með krónu, það má ekki flytja út sparnað og breyta yfir í gjaldeyri. Þannig að þetta erlenda fólk það bara ákvað að flytja úr landi vegna þess að það vill ekki búa í þessu umhverfi. Og þetta er bara satt. Samkvæmt nýjusta tölublaði Vísbendingar sem að þið hafi kannski lesið, þá eru 9 af 25 stærstu fyrirtækjum í Íslandi, þá gera þau upp í krónum, 11 gera upp í bandaríkjadollar en 5 í evru. Og þetta segir sitt. Hann Thomas Möller skrifaði nýlega grein eða bloggaði Írland. Írland gekk í gegnum þrengingar 2008 sambærilegar og það sem urðu á Íslandi og hann fjallar það að Írar að þeir tala ekki hrun heldur economic downturn í sínum efnahag. Það voru engin húsnæðislán sem ruku upp á Írlandi. Það var engin eigna upptaka almennings. Og nú er aftur 6% hagvöxtur á Írlandi. Er það vegna sprengingar í fjölda ferðamanna? Væntanlega ekki. Írland gerði sjálft sig samkeppnishæft á ný. Og þá spyr ég, hvernig atvinnulíf viljum við? Íslensk króna ræður miklu það, hvernig atvinnulíf er í boði. Takk fyrir.